eins og Pétur Jóhann Sigfússon sem situr hérna beint á móti mér. Ég var til að sjá Eyvindarsson taka 200 í bekk. Hann gæti ekki lift Pepsi-dós, maður. Nei, hann er alltaf ekki að taka 200 í bekk en hrikalega flott lag engu að síður. Heitir Hvíti skór og er með Blas Rokka og Ásgeiri Trausta. Klukkan orðin rúmlega 4 á þessum fallega miðvikudegi. Það er 9. janúar og eins og alla miðvikudaga þá stendur hann beint á móti mér núna. Kyntröllið. Já. Pétur Jóhann Sigfússon, verður velkominn. Já, blessaður, þakkaði kærlega fyrir. Hvernig ertu byggaðinn? Byggaðinn, er þetta eitthvað nýtt svona, nýjasta, 2013? Já, heldur það. Er þetta ekki góður? Jú, þetta er bara, já, ég er bara feiki góður maður. Þú veit langt síðan ég sé þig. Já, þú er bara gleðilt ár og allt það. Hvernig varstu skaupið og það allt? Já, þetta var bara allt fínt maður. Já, gaman að þessu öllu? Gaman að þessu sko. Djöfull, nei, mikið ósköp er ég feginn að þetta er búið samt. Nei, er það? Ég er alltaf glaður þetta er búið. Já, þetta var komið nóg hann í restina, sko. Já, nú er þetta að fara að takast á við nýtt ár, sko. Já, hvernig leggst 2013 í PJ Big Fusion? Sjúklega vel. Já, heldur þetta verið þitt ár? Ég held að þetta verið gott ár. Og hvað viltu gera á þessu ári? Ekkert endilega mitt ár eða eitthvað svona. Ég held að þetta verið bara gott ár yfir höfuð. Já. Skemmtilegt og fínt. Ok. Ég fíla svona 8-tölur líka. Já. Mér finnst það góðar. Og það leikaði svolítið með þær? Já, 3 og 6. Hvað stóðu upp? Já, flottar 8-tölur hér. 6 og 8 og 10. En hvað stóðu upp á árið 2012? 2012? Já, náttúrulega barnið þitt. Nei, það fættist 2011. Er það? Já. Já, kallið minn, 2012. Já. Hvað stóðu upp úr? Þú er í lélegur í þessum maður. Já, og þú veist ekkert. Nei. Og ekkert við þig að sakast. Þetta er ekki þér að kenna. Mamma og pappi eru sískinni og það er þess vegna sem þú ert svona. Ég veit það. Herðu, hérna 2012. Já, var ekkert merkilegt árinu? Býttu, ég bara geði þetta reyna að munna maður. Nei, það var ekkert maður. Býttu, eigum við að vera að ræða það núna? Nei, ég bara... Það er ekki yfirleitt einhvern veginn svona rétt fyrir áramót. Þetta er bara fyrsti þátturinn á þessu ári, ég veit það ekki. Það er ekki drullu sama hvað stóð upp úr. Já, nákvæmlega. Það sem skiptir málið dagurinn í dag og hann er góður. Tölvan, ég skal kveikja á nættu fyrir. Allt þetta FM kjaftaði mig. Hvað er það? Það er töffar í þér. Já, ég veit það. Þetta er nýi Pétur. Hvernig er nýi Pétur? Hann er svona maður. Kroskotans djöfusins drast. Veistu núna, Pétur Valmund að koma inn. Lætur hann það bara heyra það? Virkar ekkert þetta, þetta helvítis drast. Varst þú hérna undan okkur eða? Hæ? Ekkert þegar maður brundur og drast lindum maður? Nei, tjók. Gallum úr að gefa bísinn fyrir. Nei, herðu, já, erum við stilt á FM 95 blöð. Klukkan er rétt rúmlega 4. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, verðina til 6 í dag með auðvitað blöð. Þetta er snúningur, það er viðsnúningur. Það er nóg framöndan hjá okkur, það er eins og alltaf miðvikudaginn þá. Karaoke-keppni FM 95 blöð. Hermi Krákan er á sínum stað. Tong Monitor kemur í FM 95 blöð það í fyrsta sinn í langan tíma. Langt síðan. Hann hefur ekki verið síðan að einhverjar auglýsingar byrjuðu með honum. Og hann ætlar að hringja til New York, hann að ekki missa af því. Hann á útlönd alveg eftir sko. Já, hann á útlönd eftir, svo er vonda atið á sínum stað. Og svo er sturlaðar staðreyndir og hvernig er stemmingin sem er uppáhaldsdagskrárliður eins fótboltamanns þarna úti heim. Kannski fer ég nakin út á almannafæri. Vá, það er alltaf að gerast ekki okkur að skipta stöð, það verður stuð hérna hjá okkur strákunum. Ég ætla að byrja þáttinn á tónlistamanni sem er í miklu uppáldi af Pétur Jóhanni Sigfússyni. Er það 50 Cent? Hann kallar sig Fyrir. Þetta er nýtt lag með honum sem heitir My Life. Hlusta það nú Pétur, út eftir að hafa gaman að þessu. Fyrir gara og fleiri hér með lagið My Life. Er þetta eitthvað glænýtt? Þetta er splunkunýtt. Er þetta bullandi Sislandi? Já, þetta er bullandi Sislandi nýkomið úr ofnunum hér. Var eitthvað að bakka með þetta inn? Já, herru, Brynjar Már bakkaði með þetta inn bara í morgun. Brynjar Már? Tróðfullan bíl á tónlist. Hann getur ekki bakkað þó hann bara fengi borgað fyrir það. Og hefðir átt að sjá hann var á stuttbuxum, það var ógeðslega fyndið. Hvenær? Í morgun þegar hann bakkaði inn með þetta. Á stuttbuxum? Já, þú þekkir okkur hérna á FM, við flippum. Endalaus í fíblagangur er þetta. Nú ertu eitthvað að fíblast. Já, nú er ég að fíblast. Brynjar Már myndi ekki láta grípa sér dauðan á stuttbuxum. Nei, hann var nú hérna rétt á hann Brynjar Már og hann var í jakkafötum. Já, efri hluti, hann er alltaf í gallabuxum og svo voða fínna ofan. Já, Ásgeir Kolbens vinnur líka mikið með þetta, þá er hann í gallabuxum og svona flottum jakka og þetta er bara a little thing called fashion held ég. Nei, ég held að þetta sé meira bara svona menn voru að flýta sér. Er það? Ég hendi bara, já, hann byrjaði að klæða sig í jakkafötin, svo er eitthvað komið upp á, rjúka út. Beint í gallabuxum bara? Já, beint að hafa ekki tíma til að fara í restina af jakkafötum. Já, það er líka ómikið að vera bara í jakkafötum á miðvikudegi eitthvað. Akkur? Nei, ég veit ekki, ég var að fara að vinna með það, ég var að fara að sugra upp. Já, mér finnst það. Þeir eru jakkafötum allan sólarhringinn. Ég er til í það, en það er komið að slúðri og ertu tilbúin í góðan slúðupakka, Pétur? Já, það er sjálfsögð. Er það ekki? Drífa í svona. Drífum í þessu... Þetta er snöggut, einhver. Það byrja slúðupakka á... Nei, Auðun Blöndal. Já, hvernig? Þú ert alveg. Ég ætla að byrja slúðupakkan á ég að lesa hérna slúður
Þetta virkar ekki svona. Hættu. Settu hitt sem að áhuga. Slúðrið í FM 95 blöð. Var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú hitt eitthvað? Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Það veit ég. Slúðrið í FM 95 blöð. Það húsfélagið Frostafold. Nei, húsfélagið, já, þeir eru hættir að styrkja okkur. Þannig að þeir fá ekki neitt spáns hér. Þannig að svo að taka þessa stunu og hendinni. Já, ég skal gera það bara strax. Nei, alveg. Já, ég lofa. Ég er alveg, sjáðu, ég er rosa alvarlegur sem þú segir þetta. Ég veit það, strax eftir þátt á fennum. Ég ætla að byrja slúðri hér á Kanye West og Kim Kardashian. En eins og flesti vita þá eru þau saman þessa dagana og eiga von á barni. Og þegar fólk á von á barni þá er að gera stækka vissi og það er það sem þau ætla að gera. Þau eru að fara að kaupa sér splunkunýtt hús sem er vist í svona ítölskum villustíl eða Italian style villa eins og stendur hér. Já. Og þetta er ágætis hús sem þau eru að kaupa sér saman. Það er hersalan, það er sem sagt hárgreiðslustofa, það eru keilusalur, körfuboltavöllur, það eru 2 sundlaugar og fleira. Þetta er bara eins og verslunarmiðstöð. Já, það er að gera þú ert að fara eignast barn að bara búa í verslunarmiðstöð. Það er ruglað. Þetta maður. Þú sagði maður að maður myndi bara eitthvað að kaupa kringluna og bara búa þar. Já, eða bara Perluna, hún getur sölu. Já, Perluna, já. Spað verið bara með laug þar og... Borgin keypti hana, sko. Nú, ok. Jón Gnarr bara keypti hana. Þannig að þau eru allavega að stækka við sig og það er alveg glæsilegt. Það er líka, það er ekki draumur allra að vera með ekki það, ég hef svo sem ekkert að gera við hárgreiðslu og fyrstu hæðins. Nei, þú hefur ekkert að gera við það. Nei, en ég var til að vera með keilusal heima að mér. Já. Jöfull væri það gaman maður. En ég meina þú gætir það, skilur, þú bara, hefur ekkert, þú veit, engin börn, enga konu maður, akkur ekki búin að rigga upp keilusal heima þér. Hvar á hann að vera? Ég hef pláss fyrir keilusal. Hvað ætlar að koma heilli braut? Skiptir engu máli pláss. Það er að vera full braut. Þú fá ekki auðvitað í blöð. Bara að láta smíða bara keilusal út í garði heima. Bara út í garði? Já, ég bara rigga þessu upp. Bara fá einhverja menn í þetta. Bara ég vil hafa keilusalinn. Ég vil fokkin blöð maður. Spila til þessar ári? Já. Já, hafa einhvað... Ég myndi gera það. Ef ég væri þú blöð, þá myndi ég gera þetta. Ok, ég ætla að skoða. Hýrandum á leðurklæddum átíði maður og vera með keilusal heima bara út í garði maður. Þeir bara rigga þessu ekki einhvern veginn upp. Hvernig heldur að menn bara hafi hugsað í Hveragerði þeir átt að smíða öll þessi gróðurhús. Hvernig hefur að gera þetta? Já, menn bara hjólið í þetta, það er rétt þér. Keyptu bara gróðurhús, henduðu upp í garðinum og keilusal inn í það. Ok, ég ætla að skoða þetta. Ok bara. Næsta slúður er af Justin Bieber en já, það er þetta svona sannar að það er til fólk að núti sem á bara við vandamál stríða. Hann var nappaður daginn með sígarettu eða Jónu, hann var vist að reykja gras, strákurinn. 18 ára gamall, og allt vitlaust, ég var búin að fjalla það hérna í slúðrinu. Nema það að nú eru svo margir óánægðir með hann að það voru fólk á Twitter sem var að hvetja hvort annað til að skera sig til blóðs í mótmælaskyni. Og þetta varð alveg gríðarlega vinsælt og hashtagið Cut for Bieber var orðið að trend á Twitter sem því að það var rosalega margir að skrifa þetta. Þannig að það var actually fólk að núti sem var að hvetja aðra til þess að skera sig til blóðs til þess að mótmæla því að Justin Bieber hefði verið að reykja gras. Það er ekki í lagi. Svona gríms. Já, þetta er, ég finnst það stór einkennilegt slúður. Já, þetta er svona eins og bara, hefði ég frétt að Michael Jackson á sínum tíma þegar ég var rúlingur, hann var að reykja gras, ég dýrkaði Jackson, sko. Já. Ég færi bara að skera mig. Já. Herru, hvað, var Michael Jackson tekinn átta með gras? Já, ok. Já, og hvetja fleiri til að gera það slíkt þess sama. Já. Til að minna Justin Bieber á, hann er fyrirmynd. Það er ekki öll vitleysan einsveiti. Nei, ég ætla að enda hérna á Amy Winehouse, en það er búið að grifja allt saman þar núna og hún lést víst kóldrukkin og horfa á myndbönd af sjálfur sér. Og sagði lækninum að hún vildi lifa skömmu, hún vildi lifa lengi. Það er nú ljótt að hlæja þessu. Já. Það er ljótt að hlæja þessu. Við erum ekkert að hlæja þessu. Nei, en myndbönd af sjálfur sér. Já, er það ekki svona akkurat eins og þú myndir finna mig? Það er bara svona myndi ég... Jú, svona sé ég fyrir mér að þú myndir vilja fara. Auðun Blöndal lést kóldrukkin og horfa á myndbönd af sjálfur sér. Já, gömul 70 mínúta myndbönd, faldar myndavélar og eitthvað svona drast. Það er ljótt að hlæja þessu. Það er ljótt að hlæja þessu. Já, en við má hlæja mér. Þetta er svona ekta... Já, má alveg hlæja þér. Já, svona... Og þetta er hérna líklega eins og þú myndir vilja fara, er það ekki? Já, veistu okkur að því að þá veit ég myndi fara ánaður. Já. Og er ég að kveðja glaður í hjarta. Glaður í hjarta, vel svona... Horfa sjálfa með á... á einhverju hótelherbergingstór út í heimi jafnvel og horfa á svona myndbönda sjálfu þér. Þú að taka selin og eitthvað Já, myndirðu vilja hafa mig með þér þarna? Já, þú verður ekki með mér að kveðja en þú verður vantilega í sjónvarpinu.
Já, ok, þannig að þetta var, ok, ég fengi að vera með í myndböndum. Já. Þetta var slúðurpakki dagsins. Það var mega slúður hér á miðvikudegi, FM 95 blöð. Var þetta ekki fínasta slúður? Frábært slúður, með slúður er alltaf frábært. Glæsilegt. Og á þessum nótum ætlum við að kveðja og fara í örstuð skilabóð. Þetta er alveg ríkalegt að við skuli endalaust láta þetta í huga að vera alltaf að spila þetta. Og svo komum við aftur hér með karaoke og fleira. Strákarnir okkar í handboltalandsliðinu stjórna afslættinum á meðan þeir keppa á HM. Vertu tilbúin með OB-lykilinn. OB og strákarnir okkar. Alla leið. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandssýninguna í kjallaranum. Frumsýning 12. janúar, miðasala á miði.is. Ungfrú Reykjavík er kjúklingaborgari hamborgarafabrikunar. Glóðar grilluð kjúklingabringa borin fram með fabriku speltbrauði. Þessi Ungfrú Reykjavík mun aldrei missa titilinn. Hamborgarafabrikan. Vertu velkomin. 40-50% afsláttur af völdum varningi, Geysir Skólavörðustíg og Geysir Akureyri. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísskúlu Nissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Gott hér með B.O.B. og heitir Airplanes. Já, mikil stemming hér í stúdíónum. Auðun Blöndal og Pétur Jóhann með ykkur til, 6 í dag og það er nóg framöndan, það steytist í karaokeið hér. Svo erum við með Tong í fyrsta sinn í langan tíma. Vonda Ati þeirra á sínasta, Hermikrákan, Sturla staðreyndir og svo má ekki gleyma Pétur, hvernig er stemmingin? Hvernig er stemmarinn? Já. Hvernig er stemmarinn er dagskrárliður sem ég hlakka mikil að gera. Já, þú ætlar að fara út í hann á eftir. Förum við út og hann er bara einfaldur í sniðum eins og flestir dagskrárliður hérna hjá okkur. Já, er stemmingin samt, heldur hún sé góð svona í janúar? Já, ég efast ekkert um það. Nei, það er bara allt sem gefur okkur ástæði til að vera í góðskapi. Já. Þú veist, gamla árið er búið. Það er komið glænýtt ár. Já, bara nýjar áskoranir. Allir konur á bara byrjunarreit. Byrjunarreitur, skilur. Við erum með hreint borð hérna. Já. Sumarið er bara dettinn. Það er bara, þetta er svo stutt í sumarið. Það styttist í það. Þetta er bara, þú veist, janúar eiginlega alveg, þetta er bara, þú veist. Þannig ættu allir að vera í stemningu. Bráðan fyrir að heyra svona. Og allt bara heiðskýrt bara, hvernig er verið? Það er bara bongoblíða félaginn. Og eitthvað svona allir þessum. Já, því að svona eru sumlun hjá okkur. Já. Það var alltaf bara, hvernig er verið? Það er bongoblíða. Bongoblíða félaginn, maður, það er bara íslenskt sumar. Það er ekkert betra en íslenskt sumar. Fáum 10 fína dagar svo, eða eitthvað. Þetta verður æðislegt. En svo kemur veturinn aftur og þá verður allt ömulegt. Nei, það. Nei, ég er að fíblast þér. Nei, Þetta er PJ, ég er að fíblast. Já, þú ert atvinnugrínari. Maður er atvinnugrínari hérna. Enda var þetta stórkvæmt þetta þér. En hvernig er, af því að þú ert öllegarnir slepptu, þá ert eiginlega alltaf í góðskapið þér heitið, Pétur. Nei. Ertu eitthvað verri á vettuna heldur en sumrin? Já. Nei. Það er þunglutur. Já. Ég væri svo til að sjá þér reiðan heima. Það er bara jáfnlega. Brundlarinn í herbyggi. Fyrir til að sjá þessi reiðan pappa. Ég hef reyndið þetta. Ég sé það bara ekki fyrir mér. Ég hef reyndið þetta. Það fyrir reiðan pappi. Já. Dætur okkar sprungu úr hlátri. Þú veit með 2 unglingstelpur. Já, 2 unglingstelpur maður og ég reyndi það. Ég bara, þú veist, var orðin brjálaður, sko. Já. Svo sagði ég bara svona, snáið inn og hætti þessu elgisrugli. Þær horfðu á mig svona einhverja millisekundur og sprungu svo báðar á hlátri maður. Þetta er ekki fyndið og eitthvað svona. Svo bara var þetta ömurlegt, sko. Líka þegar þú ert að segja þetta sé ekki fyndið, það eru glerfitt. Já. Ég hef ekki átt séð þig í Fílupétur, ég skal gefa þér það. Nei, en einu sinni, Lífsglaður lífsglaður maður. Já. Ég einu sinni séð þig. Hvenær var það? Hvenær var ég brjálaður? Það var okkur núni fríka úti sem á... Já, í útlöndum. Já. Var það þegar ég gleymdi passanum? Nei, ég var ekkert brjálaður. Þá varst þú brjálaður. Þá var ég brjálaður. Það var samt eitt mjög jákvæmt við það og fyrir fólk sem veit ekki hvað við tala um núna, þá vorum við einu sinni fríka úti við Pétur í þætti sem hét 70 mínútur. Vorum að fara til Austurríkis og áttum að fljúga sem sagt frá London til Austurríkis. Alveg rétt. Og á Gatvík eða eitthvað. Já. Og en Pétur Jóhann glemdi passanum sínum upp á hóteli, þannig að við mistum af vélinni og í staðinn fyrir að fljúga í klukkutíma 1,5 þá þurftu að taka 9 klukkutíma lest til Austurríkis. Frá London til Austurríkis, eða Suðuríki eða eitthvað.
Þetta var þú veist, Það var ógeð. þú varst brjálaður. Já, ég var brjálaður bara þegar þú varst ekki með passan. Já, og yfir þessari, við hefðum getað flogið í klukkutíma, haft það næs. Já, í staðan fyrir að voru 9 tími lest. Og í kapplaupi við tíman, skilur við, að því að við áttum að taka. Við áttum að hitta Pink. Já, það var allt mjög mikið stress, en það var eitt jákvætt við það samt. Þú varst með svo mikið bömmur að hafa klúðrað þessu og glemt vegabriðinu upp á hóteli, að í þessar 9 klukkutíma sem við vorum í lestinni, varst alltaf að reyna að fá mig til að hlæja. Og ég man eftir, ég var svona stundum að passa mig að hlæja ekki. Já, þú fannst það samt geðveikt fyndið. Lestaferðin í að reyna að gera grín fyrir þig. Hvað viltu seluna? Ég vil ekkert selun. Og tökum smá sér. Nei, síðan vorum við maður í rosa flottum klefa og já, þetta var svo eftir að vorum við í góðu skapi. Já, þetta var æðislega ferð. Ég gleymi þess aldrei. Nei, þegar þú segir það var þetta eina skipti sem ég hef reyðið þig. Það var á flugvellinum í London þegar þú glemdi vegabrenninu. Svona þegar ég var með þennan svip og var að klappa á jakkan. Hvar? Pítur, nei, ekki hér. Og ég held fyrst að vera að grínast. Nei, ég bara, hvað er það? Passin. Svo ferði á þæluvassa hérna, tjekkar á innan á svöðsum, svo ert ekki með einu sinni. Það er ógæslega óþægilegt, þú ert að leita að einhverju. Viðbjöður. En það var það bara upp á hótelherbyggi. Já, ánægilegt, gaman að því. Það er gaman að ferðast með Pétri Jóhanni Sigfússyni. Það er enda mjög gaman. Hvet allan til að prófa. En það er komið hér að Bruno Mars. Þetta er upp á tónlistamann minn í dag. Hann er alveg æðislegur þessi strákur. Ríkala lífsglæður og skemmtilegur. Vonandi kemur hann til Íslands einhvern tímann. Þá ætla ég að vera fyrstur til að kaupa með það. Ég líka, ég ætla að vona að Heiðar Austmann sé að hlusta því að heyrðu hvað tölum vel fólkið sem er að syngja hérna. Sigurpúðinn Bruno Mars hér með lagið sitt Locked Out of Heaven. Og eins og við Pétur sögum á hann, frábært tónlistamæður hann að ferð. Heyrðu? Nei, ég get ekki sagt það. Ekkert frábært tónlistamæður en þetta er ágætislag. Veistu hvað ég held að við ættum að gera? Við ættum að reyna að flytja hann inn. Bruno Mars. Bara FM 95 blöð kynir. Bruno Mars tónleikar í hörpunni. Bruno Mars. Hann er svolítið orðið svo vinstall. Í boði Mars. Í boði Mars. Já. Við förum í samstarf með Mars, maður. Þetta reynda þegar þú segir það. Þetta er borðliggjandi. Er það ekki? FM 95 blöð kynir Bruno Mars. Já. Stórkostlega. Í boði Mars og Pepsi Max. Fáðu þér Mars og Pepsi Max. Allt svona í gúl. Heyrðu? Hérna, nú halda menn að ég sé einhverju samstarfi með þeim, en það er ég ekki. Nei, það er þetta ekki. Þú ert ekki samstarfi með neinum. Ha? Er ég ekki samstarfi með neinum? Ekki þú persónulega það. Nei, reyndar ekki. Nei. Er ekki heldinu kaffi hérna? Á heldinu kaffi, en það er komið að Pétur sturgluðu staðrindu. Hvernig líst þér það? Nei! Þetta ekki Þú ættir að segja mér það bara núna, maður. Já, þetta er tilbúin. Ég ætla að tilla mér. Já, tiltu. Aðeins að tilla skæta. Háðu kósi. Við aðeins. Svona, ok, þú maður byrja núna, maður. Þá byrjum við þetta sturglaða staðrindir og... Býta aðeins. Hún er komað vel fyrir? Ég er tilbúin. Ok, þá byrja ég hérna. Þegar að Egyptar sigruðu Líbíu á 13. öld, tóku þeir tæp 14.000 tippi af hermönnum þeirra og notuðu sem bygara. Skemmtilegt. Sturlu staðrind, maður. Já, þetta er Þeir eitthvað... skáru að undan þeim. Já, ég menna að þú ert nýbúin að vinna í stríði. Hvað ert að fara bara að girða niður menn og skera? Já, þetta er nefnilega, þetta er ástæði fyrir það. Það voru villimennandi í gamla dag. Þetta voru barbarar maður en hérna, og skera undan þeim það allra heilagasta. Já. Og halda á því Svona stoltir. Stoltir maður. Já. Svo er það næsta. Rómverjar, Þjóðverjar og Kínverjar notuðu hland sem munnskól í gamla dag. Virkilega hugulegt. Já. Frábært, sko. Og væntanlega bara þið besta mál. Það voru örugglega fleiri. Munnskól, eða þú veist að þetta er til verra munnskól. Þetta er hland. Ég held að, munnskól er nú yfirleitt ekkert sérstaklega gott. Það hlýtur nú að vera eitthvað svona sem fattaði þetta á sínum tíma að það væri hægt að fá eitthvað betra. Ég veit ekki... Ógeðslega góð áhrif á glerungin, maður. Já, bara auðvun. Okkur nota aldrei munnskól. Næ, kannski að því að þetta er hland. Já, eða... Og menn kannski fara að fatta þetta svona. Já, þetta er ekki sniðut. Já, miðbunnuð þvag eða eitthvað. Hæ? Svona miðbunnuð þvag. Já. Heyrðu, gott mál. Svo er munnskól ranndýrt, þannig að það er alveg sniðut. Það verður fólk í dag sem vil spara. Já, sem er að spara, sko. Já. En næsta? Næsta er hárið á karlmönnum byrjar að þynnast þegar þeir verða 24 ára. Sturlu staðrind. Hárið á karlmönnum byrjar að þynnast þegar þeir eru 24? Já. Mitt var að þynnast? Nei, þitt er enda búin að vera eins rosalega lengi. Já. En ég rakaði mig sköllónan þegar ég var 25 ára, þannig að þetta passar. Árið eftir. Já, þitt var farið að þynnast 24. Já. Þynnast, það byrjaði að þynnast þegar ég var 21 árs. Já, þú bara gerðir ekki grein fyrir því fyrir 24.
Nei, ég gerði mikið grein fyrir því reynda fyrir ég á 22 ára en Hún neitaði að horfast í augu við það. ég horfðist alveg í augu við það. Ég bara reyndi að... Þú neitaði að trúa því. Ég trúði því alveg, ég var bara að reyna að halda í síðustu lufsurnar þar til ég var 25 ára. Síðustu lufs? Já, ég vildi bara ekki sleppa, það er mikill munur. Þú vildir ekki sleppa takin af Nei, fallega hári. En ef þú myndir safna núna, það er ógeðslegt. fengir þú svona kraga, Já, svona hérna aftan. já. Og eru bara sköll út úr svona þessu Ómar Ragnarsson. Ég væri með svona eina fjöður hérna ofan á og... Hverju gerir við það ekki? Já, við vorum að tala um þetta. Það er drepp fyndið maður. Gærið sveppi að gera það til styrtar einhvers góðs málefnis að safna hári í ár. Hári í ár. Hári í ári, já. Já. Gerðu það? Hart í ári. Hári. Ég skal styrkja þig. Glæsilegt. Það Ok, er nóg til að næsta. peninga þér. Já. Konur kíkja í speil 38 sinnum á dag að meðtali. Já, þetta er bara... Þetta er svolítið hátala samt. Þetta er sönn starinn. Það. Já. Konaðin alltaf í speglinum. Hún sefur með speil bara. Nei, tjók. En sko, hún heyri ekki í mér maður. Hérna, já, en ég meina, ég held bara, þú veist, reyndar að ég er nú engu betri maður. Nei, ertu alltaf að spegla þig? Alveg. Alltaf bara að segja, nei, þú veist, en jú, þetta er alveg fár, ég er með svona kæk. Þú hugsar alveg mjög mikið um útliti. Ég veit það ekki hvort að ég hugsi mikið um það, en ég er með kæk sem tengist speglum, sko. Að ég get ekki farið, ef ég er að fara út á mótnana, þú veist, maður fyrir sturtuna og þar ertu fyrir framan speilin og baði og svona, svo fer maður og klæðir sig og ef ég er bara búinn að klæða mig, farin og búinn að ná í veskið og bíllyklana, þetta er svona rútína hjá mér, skilur við, komin með veskið, bíllyklana, síman, komin í úlpuna, fara út og ætla að fara út á þess að kíkja í speil, ég get það ekki. Nei, ok. Skilur mig? Þú veist, búinn að klæða mig, það er engin speil inn í svefnumbryggi eða eitthvað svona. Nei. Þannig að þú veist, ég klæði mig ekki fyrir framan speil. Nei, ég verð samt alltaf að kíkja aðeins inn á baðið eitthvað svona. Sjá kallinn. Bara tekka á kallinu, rétt áður. Ég skilji. Og svo þegar ég er að keyra bílinn, þá er ég með baksýn í speilin, stilt hann á sjálf mig allan tíma. Þannig að ég geti séð mig svona þegar ég er að keyra og það er mega töff. Djöfull er ég töff þegar ég er að keyra. Það er fáránlegt hvað ég er töff maður. Út mjög svalið þegar þú gerir. Hefur séð það? Já, ég hef séð þig gera. Alltaf með aðra hönd á stýrimaður og Ferðir rosalega vel. horfi svona við og við í baksýnspeilin. Ég veit aldrei hvort það er eitthvað að gerast fyrir aftan bílinn vegna þess að ég er alltaf að virða sjálfan mig fyrir mig. Og það er önnur saga. Já, við erum betri í það setna. Sofofóbía er hræðsla við nýja hluti og það er eitthvað sem ég er haldinn. Sófa. Sofofóbía. Sofófóbía. Já. Hugsaðu að vera með sófafóbíu. Já. Hvað er þetta? Hvað? Sófi? Þú er ekki sofa, en ég er með sofofóbíu. Ég er mjög hrættur við nýja hluti. Já, þú... Ég ræðist breytingar. Veit að hlustendur þetta? Með iPhone-in? Nei, til dæmis það. Þú ert með iPhone núna. Já, ég var að byrja að nota hann í dag. Í dag, þú ert búin að eiga hann í 4 vikur heima þér. Já. Af því þú varst svo hrættur við að byrja að nota hann. Já, það er hár rétt, af því að snertiskjár og svona ánum. Nei. Í hverju fælst hræðslan? Ég veit það ekki, bara ég þól ekki breytingar. Ég vil hafa hlutina bara eins og þeir eru. Ætli þetta sé ekki bara sofofóbía. En þess vegna núna er ég Þess komið vegna viltu hafa mig bara komin inn á Instagram og alltaf allt. jafn gamlan og ég var þegar ég kynntist þér og alltaf geta komið með þér bara í pizza og rauðvín bara þegar þú vilt, bara því ég gata þegar við vorum að kynnast og svona. Já, ég vil hafa hlutina eins. Vilt bara hafa mig nákvæmlega eins og ég var fyrstur þegar ég var bara Bara tjöppi að taka bangsan fyrir með rauðvín og pítsu. Það kemur skýringin. Já, það er bara þannig. Þetta er svona reiður. Flugur æla á matinn sinn áður en það er borðan. Já, þetta vissi ég. Já, það eru að merkja sér hann. Skemmtilegt. Þá fyrir þetta ekki á milli mála. Við mannfólki ættum að gera þetta. Já, bara guppa á matinn og... Já, þá er bara fólk að geta fokk í matnu. En þá er líka engilega að byggja að fá að smaka. Eru bara að gera þessu vel og síðan bara byrja að borða og... Gyrnilegur sér huma hér, maður smaka. Svo er það hérna, það eru 2 eftir. Mastrofóbía, það er hræðsla við brjóst. Betur fyrir ekki haldin henni. Nei, ekki ég heldur. Nei. Ég sé alveg í hináttina. Með einhverju svona fíkn. Einhver brjóstafíkn. Nei. Nei, hvað? Nei, ég er að fíblast í þið maður. Nei, þú veist. Elskar ekki brjóst. Hæ? Ertu ekki brjóstafíkil? Jú, hvað meinar þú? Ég er það. Hvað, en þú veist, við þurfum ekki að ræða það eitthvað. Eða, hver er það ekki? Já, nákvæmlega. Hver er það ekki? Þeir sem eru með mastrofóbíu, þeir eru það ekki. Þeir eru hrættu við brjóst. En ég meina hvernig... Bakar ömulegt út, kannski kynna stúlku og svona með þessi falli brjóst og þú bara svona...
Þessu, skelltu þér í haldarann, maður er ekki ríkar að sjá þetta. Hvað meinur? Drullaður í. Drullaður í. Alls ekki úr og ofan. Það er svo það síðasta og mér finnst hún mjög skemmtileg. Þú mátt ekki skýra krakka en IKEA í Svíþjóð. Vá! Það er bara þannig. Þetta er ógeðslega hallarslegt. Já, þetta voru sturlaðar staðreyndir. Við ætlum að fara hér í hermukrákun eftir örskamma stund og karaoke. Fyrst stuttskilabóð. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmótni hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Viltu ná betri árangri í lífinu og vera framúrskarandi? Sýndu þá frumkvæði og komdu á kynningafund Dale Carnegie fyrir ungt fólk á aldrinum 10 til 25 ára. Fundurinn fer fram annað kvöld klukkan 19 fyrir 10 til 15 ára og klukkan 20 fyrir 16 til 25 ára í húsakynnum Dale Carnegie Ármúla 11. Vertu jákvæður, öðlastu sjálfstraust, næstakynslóð.is. Er ekki kominn tími á smá ferskleika í líf þitt? Veldu Stimrol tyggjó. Núna í pokum. Stóri dagurinn hjá Happdrætti Háskólans. Aðalútdráttur, milljónaveltan og milljón á mann. Ekki missa af þeim stóra. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. janúar. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. FM 95 blö. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Pétur Jón Sigurðsson og Auðun Blöndal situr hérna beint á móti mér og Guð minn almáttugur hvað hann lítur vel út og kemur vel utan vetri og ég segi undan vetri er nefnilega undanhaldi og sumarið er á næsta leiti. Við erum búin að fá 4 daga í vetur. Já. Að mínu mati. Já, og það er komið að dagskrárlið sem heitir... Janúar er eiginlega bara hálfnaður. Já, 9. janúar. Veist það, 9. Já, þú veist það er stutt í 15. þá er hann hálfnaður og... Ég veit það. Og þegar hann er hálfnaður í janúar, þá bara februar, sem, og síðan, februar stuttur. Já, 28 dagar bara. Svo bara mars og apríl og maí. Komið páskar. Páskar og sumar og allt maður. Já, og á þessum nótum, á rólegum nótum. Sól í heiði, hvað segirðu? Á þessum nótum ætlum við að... Var í hermikrákuna. Ok. Talandi fugla. Já. Og við höfum unnið með krónunin svona Akranesi, ég var spáð ekki bara hringið krónun á Reyðarfirði. Vist þér ekki vel á það? Hermetti þeim bara. Já. Já, á ég að byrja sem sagt, vilt þú byrja? Já, alveg það maður. Já, það er bara þannig. Já. Ég skal bara byrja þetta kjaftaði. Þú byrjar þetta maður. Já. Nú, leikreglur afsakið, ég rópaði hér í útvarpinu, tek það aft, ég get það ekki, ég beðist afsökunar. Leikreglur eru einfaldar og við þurfum bara að herma eftir. Krónan. Krónar Reyðarfirði, ég heiti Rúnar. Krónar Reyðarfirði, Rúnar. Já. Við er ég að tala? Við er ég að tala? Ég? Ég? Nei, þú varst að hringja. Nei, þú varst að hringja? Nei. Nei. Það hefur eitthvað slegið saman bara. Það hefur eitthvað slegið saman. Ekkert mál. Vertu blessaður. Þetta er svo léleg. Nei, þetta var aðeins. Þetta var bara kjör. Þetta voru kjör aðstæður að það. Stundu þegar við erum í þessu dagsjóli þá deyr eitthvað inn í mér. Er það? Það er bara því að Var þetta í lagi, eða? þú kannt ekki að njóta lífsins. Já, nei, kann ekki að njóta lífsins. Nei, þú Það er að... sagði ekki róða mikið. Vilt þú líka krónu eða vilt þú eitthvað annað? Já, krónan bara Reyðarfirði, maður sami ekki. Nei, bara eitthvað staðar, annar staðar. Ok, þá farð þú bara krónan bara í Jafnaseli. Eitthvað staðar út á landi. Viltu það? Já, það er miklu skemmtilega. Ok. Og hérna, þið erum með stilt hérna á FM 95 blö á FM 957. Nú, við erum búin að vera svona að fara yfir farin veg og það sem stendur upp úr árun. Og ég er svona að dreyma tíman bara, auðvitað er að finna hérna númer. Fara Akranes. Ok. Isabella, góðan dag. Isabella, góðan dag. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Eitthvað sem ég get aðstoða? Eitthvað sem ég get aðstoða? Halló. Já, það er búið. Það er afgreitt hér. Hvað var þetta ekki krónan? Já, þetta var eitthvað allt annað. Já, þetta var allt annað, hringdu aftur. Sko, nú tökum saman. Saman? Já, þetta er eitthvað sjúkraþjálfun hérna. Já, við erum stöðlega þetta með.
Á ég að byrja? Já. Blinksjúkraþjálfun Sólrún. Blinksjúkraþjálfun Sólrún. Blinksjúkraþjálfun Sólrún? Sólrún. Sólrún. Sólrún? Já. Já. Í hvernig ætlaðir að hringja? Í hvernig ætlaðir að hringja? Í hvernig ætlaðir að hringja? Já. Já. Á ég að vita hver þú ert, eða? Á ég að vita hver þú ert, eða? Á ég að vita hvað þú ert, eða? Já, það er það. Já, það er það. Já, þetta er ágreitt hér í FM 95 blöð. Það er Pétur Jóhann og Ötti blöð með ykkur til 6 í dag. Að hlusta hér á Flip-kettina, Ötti og Pétur í FM 95 blöð. Flip-kettina? Já, það er ekki eitthvað umhverfið orð. Já, ég bara sjaldan heyrt að verða maður. Það er alveg skemmt. Þið eru að hlusta hér á Flip-kettina. Hvernig dattir þetta í hug? Hvernig dattir þetta í hug? Það var einhver eldri kona sem sagði þetta við mig um daginn þegar ég var að versla og nú er ekki að fýblast þér. Hún sagði hérna, þeir eru meiri flip-kettinir þeir strákarnir alltaf. Nei. Já, þetta er alveg skelfilegt sko. Maður á ekki að vera fertugur að kalla sig flip-kött sko. Þú ert ekki fertugur. Nei, þú ert fertugur. Já. Ég er að verða fertugur eftir, 7 ár, 7,5 ár. Ó, hvað er langt okkur til maður? Ég var ekki dauður þá. Þetta er ríka. Já, þú verður dáður þegar ég var loksins fertugur. Þú ert það gamall. Ef það gerist, þá bara til ámyggjum við daginn. Já, ég meina en Pétur, þú ert búinn að lifa. Þetta er eins og... Living the life. Já, þú ert búinn að live in the good life. Þetta er eins og vinur með William Wallace sagði. Every man dies, but not every man truly lives. Já, en... Það er góð lína. Já, góð lína hér. Frábær lína, maður. Það styttist í karaoke og við þurfum ykkar hjálp, kæru hlustendur. Við erum reynda búin að vera að skoða hérna inn á gamla Facebookin okkar eitthvað lög sem að fólk hefur verið að biðja í gegnum tíðina. En við ætlum að opna hérna fyrir síman og svona aðtuga hvað þið vilja heyra í karaokeinu. Það er 511-0957 ef þið eru með eitthvað góðar hugmyndir að karaoke-lagi. 511-0957 og ég persónulega verð alveg til að heyra Pétur svona þurfa aðeins að öskra, taka á því og eitthvað svona, þannig að ringja endilega núna og ég verð líka til að heyra Auðun taka á því. Já, skulum bara báðu taka á því og opnum hérna fyrir síman og við skulum, hvað verður þú til að heyra? Eftir þetta stemningu á veðrunu þá myndi ég alveg heyra hana Eternal Flames með The Bangles. Já, herðu, Eternal Flame. Já. Close your eyes, give me... Já, það er fínu. Ég held að hann ætlaði að segja Purple Rain með Prince. Ég fegin að hann gerði það ekki. Þú var þetta flottu það, Pétur. Purple Rain! Purple Rain! Ég gæti það ekki. Eternal Flame með Bangles, það er bara góð hugmynd. Já. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Ok. Já, hann var að tengja þetta við veðrið, þetta val sitt. Það er rigning og súld úti. Hvað varðið þú til að heyra, kæri hlustandi? Ég var til að heyra Sweet Child O' Mine með Guns N' Roses. Það er enda rosalegt lag. Vorum við ekki búinir að taka það? Varst þú ekki búin að? Nei, ég tók hérna Welcome to the Jungle en daginn þegar ég vann mig. Já, alveg rétt. Herðu það. Það er með fullt öskri. Já, Sweet Child O' Mine, það er bara komið hérna á blað. Það var líka gott lag sem að vera hérna hvetja til að taka inn á, skal ég segja, Facebookin og það var You Somebody með Kings of Leon. Já. You Somebody. Já, en við setjum þetta hérna á blað, Sweet Child O' Mine. Takk fyrir góða tillögu. Bæ. Herru, þá höldum við hér áfram. Hvað værið þú til að heyra? Tökum 5 í viðbót. Thunderstruck, AC/DC. Það er svolítið þú, Pétur. Þetta er góð hugmynd. Verður ekki til að heyra Pétur taka það? Já, Pétur, alveg klárlega. Hann er... Jöfessis, óþokki getur við verið. Hann er Thunderstruck. Herru, þessi maður, hvað heitir þú? Valtýr heiti ég. Valtýr? Eins og King Valtýr. King Valtýr, já. Þú ert óþokki, Valtýr. Glæsileg, takk fyrir það. Glæsileg. Það er sömulegis. Takk fyrir að ríkja. Tökum 3 í viðbót. Það eru allar hugmyndar búin að vera góðar. Það er fólk í stuði að núti núna. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Ísraelska lagi hérna sem er alltaf að spila núna. Ísraelska lagi sem er alltaf verið að spila núna. Já, ok. Það var að spila bara undan þessu. Já, Asifa Vata hana. Já, eða One Day. Það er enda góð hugmynd. Asifa Vata. Já, við skulum tjekka því þetta. One Day. Setta hérna inn. Takk fyrir higgjaðinu. Takk fyrir þetta. Tökum 2 í viðbót, svo er það Vonda, Atið og karaoke. Hvað er þú til að heyra? Ég var til að heyra Pétur taka Virdal Jankovic. Virdal Jankovic? Já. Hvað? Seta hann hérna á blað. Hvað lag er það? Það er bara tónlistarmaður sem heitir, hann hefur búin að taka Bad og Like a Virgin, breytta hann í Like a Surgeon, You Know I'm Fat, maður það getur hann. Já. Herru, við hendum honum inn á blað, takk fyrir að ringja. Ok, bye. Þá erum við konur hér með nokkur skemmtileg lög og fullt af góðum tilum.
Notum Facebooki líka, það karaoke hér eftir örskamma stund. En við ætlum fyrst að fá föstudagslag sem var sérstaklega gert fyrir Pétur Jóhann Sigfússon. Þú ert búinn að vera að vinna mig í þessu karaoke, það ekki? Síðastliðin 10 skiptið eða ekki? Nei, ég vann... Síðastliðin 4 skiptið? Nei, ég vann síðast eftir bara. En herru, veistu hvað lag að byrja núna? Þetta föstudagslagið, hann svessa síðan á föstudaginn. Já. Sérstaklega tekið fyrir þig. Fyrir mig? Já. Þetta Depeche Mode lag sem heitir Enjoy the Silence. Þegar maður þessu, svo það... Akkur misti ég af þessu? Ég þess að spila það fyrir núna. Tökum þetta og svo það karaoke og vanda atið. Og svo Tom hérna rétt handa hóðni líka. Látið ekki kuldabóla bítiður í tærnar. Þrennir ullarsokkar fyrir tvenna. Geysir Skólavörðustíg og Geysir Akureyri. Fékortið hljómar betur og betur. Fékortshafar geta nú nælt sér í miða á tónlistarhátíðina Sónar í Hörpu með 10% afslætti dagana 10. og 11. janúar á fékort.is. Fékort. Farðu skynsamlega með þitt fé. Ferskleiki fyrir þá sem þora. Þorir þú? Veldu Stimul tyggjó. Nú í pokum. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og það komið að hinum þroskaða dagskrárlið sem við Pétur kjósum að kalla vonda atið. Já, þetta virkilega góður og skemmtilegur dagskrárliður. Já, það sem þægilegt við hana, strax nafnið á honum dregur af honum alla pressu. Já. Því að atið á að vera vond, stundum verður ágætt. Já. En þetta ofta svona eitthvað barnalegt. Við erum að leika okkur svolítið með eitthvað svona, ég veit ekki, tippor og svo. Þetta allavega ekkert verið neitt gríðalega þroskuð símtöl hingað til. Nei, þau hefur ekki verið það. Og í rauninni mjög gott ef að fólk sko fattar í rauninni strax að þetta eitthvað fíblagangur. Þetta bara, þetta ára vond. Já. Og ég var að spá í, ég ekki bara að byrja að vonda þetta í dag. Jú. Ég nefnilega með einlega hugmynd, sko. Hún alveg skelfileg, en ég ætla samt að leika mig með hana. Það einna mynd sem heitir Life of Pi, sem að sýna í Smárabíó. Og ef þú ætlar að, ef þú væri flippari, brjáttbyrgi eða eitthvað, þá gætur þú kallað þetta líf af hlandi. Skilur þú? Pi bara eins og þetta sé piss. En ég ætla að taka svona smá húmor með þetta, með Life of Pi. Þú líst neða vel á þetta. Já, þetta getur orðið eitthvað þvílíka grín. Ég get ekki beðið eftir þessu síntali. Já, einhver eftir að skýta í sig og hlátur þið þarna út heldur. Já, þú sagði þér það, Blöndal, þú sagði þér það. Smárabíó, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, ég ætla að reyna að fara hérna með gutta minna á mynd til okkur. Er það að sína hérna líf hlandsins? Hvað er það? Líf af hlandi? Er þið með það? Nei, hún ekki með hana. Er þetta ekki Smárabíó? Jú. Já, mér var sagt, sem sagt, hún dóttir mín eldri sagði að hún var í sýnd hjá ykkur. Svo líf af landi? Líf af hlandi? Nei, við kannast ekki til þetta. Og hvað hún gæti heita, þetta bandarísk bíómynd. Ég ætlar eitthvað hland og líf og eitthvað. Nei. Það eitthvað tígristýr í þessu líka. Life of Pi. Nú þetta ekki Pi. Hann heitir Pi. Já, þetta köku? Nei, hann heitir það bara, maðurinn. Já, hann skýrður í höfuð á tertu? Nei, þú veist, Pi, en það er starffræði. Nú, þetta eitthvað starffræðimynd? Að því ég með lítinn gutta, sko. Þetta ævintýramynd, sko. Ævintýramynd hland? Já, hann lendir í skipsbroti og fastur á bát með tígrastýri. Já, og það eitthvað míga og eitthvað svona. Það spennandi. Herðu, hún sýnd hjá okkur í kvöld? Já, hún kl. 8 og kortir 11. Já, þetta eralveg svona barna, eða ekki? Þeir ekkert að míga hvern annan? Þetta ekkert eitthvað svona viðbjóðrið, það? Þetta ekki alveg barnamynd? Ertu búin að sjá hana, eða? Bönnuðin 10. Bönnuðin á 10 ára? Heldur þið séð þú eitthvað svona pissa á hvern annan og eitthvað svona kjaftaði, eða? Nei. En þetta eitthvað tígristýr og strákur og eitthvað svona Pi? Já. Herru, 10 ára. Já, hann 10 ára, sleppu það. Hann náttúrulega... Jú. Hann svolítið óþroskaði með aldur. Jú, það sleppur.
Herru, þá kíkjum við á þetta í kvöld hjá þér. Þakka þér. Bye. Þetta var steikt Blandon. Þetta svona vitleysa. Nei, þetta var æðislegt. Svona eigan léleg síma þetta að vera. Að taka eitthvað svona ömulegt orðagrín. Life of P. Þetta var góð hugmynd, maður. Ég er ekki ennþá með hennar hugmynd. Nú, hvert að ég það að ringja? Ég veit það ekki. Já, segðu eitthvað sjómlega. Já, hringdu bara eitthvað. Komdu mér óvart. Nei, þú er að segja það skiptir ekki máli hvernig þú hringir maður. Ég ætla bara að gera... Þú ert það hæfileikar einhver? Nei, ég ætla bara að gera eitthvað. Ég er bara að fara að gera eitthvað, maður. Ok. Eitthvað bara, veldu bara eitthvað númer. Ég horfi bara hérna í aðra átt. Ok. Ég veit ekki, þú veist, hvað ég var að gera mér. Ég vil bara breyta röðinu. En viltu ekki, segðu eitthvað fyrirtæki allavega, veist? Já, bara eitthvað sem að fyrirtæki sem að verslar með... Bara Krónan? Nei, eitthvað svona, ekki Krónan, maður. Akkur ekki? Gerðu frekar, bara, þú veist... Ég er Krónuna eða? Hérna eitthvað rútur eða hópferðir eða eitthvað svona. Ok. Og við skulum sjá hvað er að frétta hjá eitthvað svona hópferða. Já, hópferða, hópaafgreiðsla Guðmundar Tyrfingssonar og rútu, ok. Halló? Já, halló. Herra, ég ætla að taka þessu tilbúið sem varst með annan. Hvað var það? Hæ? Hver er þetta? Þórhildur heit ég. Leið mér að tala við Axel, maður. Hvað segirðu? Látt ekki svona, verðt ekki með þetta kjafta, leið mér að tala við Axel. Ég var að tala við hann. Axel, hann er ekki hér. Það er aðeins lúkurinn, maður, slaka á. Ég segi svona, leið mér að tala við hann. Hann er ekki hérna. Hæ? Hann er við Einar, eða? Já, leið mér að tala við Einar, þá. Einar? Einar, gamli lungur, maður, ég ætla að taka þessu tilbúið átt með. Hvað er tilbúið? Í rútuferðina, maður, hvað er aðeins? Skilur og veist ekkert. Ég veit ekki. Alltaf sami lungurinn bara, sýttu ekki og veist ekkert. Hvað er tilbúið það? Látt ekki svona, ég var að tala við á hann. Nei. Hæ? Nei. 18 manna rútuferð, þarna Golden Circle. Þú varst ekki að tala við mig? Ég var að tala við á hann. Ertu alveg út að aga, maður? Gjörsalega. Hvað ertu búin að vera að geta yfir átíðana, maður? Allt. Það er greinilegt, maður. Allt þegar kjaftin kemur á. Hvað er tilbúið það? Einar, gamli lungur. Einar. Já. Bókaði þetta bara. Við ætlum að fara Golden Circle. Þetta er 18 manna rúta. Og hvernig er það? Hvenær? Hvað er það? Einar? Einar? Já. Veist ekki hver þetta er? Nei. Þetta er Axel, maður. Ég var að tala með það. Þú var að geta minna, maður, og bara vera vakant í vinnunni. Við vorum ekki að tala saman. Ég var að tala við það á þann. Nei. Ég var aldrei vita mann eins og þig. Ég veist ekki, þú gerir ekkert samt í þessari merkistöðum. Það er ekki spurt. Heyrðu, ég var að borða saman í hádeginu á morgun. Ég var á Alibaba, maður. Er gott þar? Það er gott, maður. Þér er reyndar alveg sama og ég er allt. Nei, ég segi svona. Þeir eru bókar þetta er 28. febrúar. Sendu mig póst yfir þetta. Einar, hvað er? Ég er ekki með, ég sendi ekki póst, þú veist það. Veist það, Einar? Manstuður, þú varst í fermingavislun og borðaðar allt og allir gestindur eru brjálæðir. Þú kláraðir allt, maður. Pappadiskana og glösin og allt helvítisklappið, maður. Rúlla út. Rúlla út, maður. Heyrðu, fáðu ykkur til að hjálpa þér við þetta. Ég gera það, ok. Leita galli. Ég vissi ekkert hvað ég átt að gera, maður. Þetta var mjög gott, já. Jú, ég er að segja það. Einn eldress bara, sagði við, kallaði konu. Kallaði konuna í lungurinn. Þetta var samt svona ekta gauður, svona rútugur. Sem alveg bara erði, ég ætla að keyra hana sjálfur. Ég keyra hana sjálfur, maður. Hvað er það? Ég vissi ekki hvað þetta gera. Það var ekkert að þessu, þetta var vonda atið hér í FM 95 Blöð. Voruð ekki bara bæði allt í lagi? Sveið með það. Þetta var á skalanum 1-10, þá var þetta svona að mínum mati 4, nei svona 5,5. Ekki, að gefum þessu 6 og ekkert kæft það. Er það 6-an? Það er 6-an. Komið núna að föstu lið hér í FM 95 Blöð sem er alltaf á miðvikudum og heitir Karaoke-keppnin. Hún er ekki flókin, við Pétur syngjum báðir hér lög sem hafa verið valin af hlustendum. Svo hringið þið inn í 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur karaoke-keppnina. Vá, þetta er ekki flókið, Blöð. Nei, þetta er ekki flókið og já, það er búið að velja lögin og við fáum báðir rockballöður í dag. Já. Þetta eru rockljónsettir og þetta eru svona ballöður. Já. Annars vegar er það You Somebody með Kings of Leon og svo er það Sweet Child of Mine með Guns N' Roses. Þetta er það sem að hlustendur vilja heyra í dag. Ég er stressaður, ég ætla að viðurkenna það núna. Já, við köstum upp á þetta því að þetta eru bæði erfið lög og ég fekk You Somebody, þannig að þú tekur Guns N' Roses. Þetta er rosalegt. Þú ert svo góður í þessu. Nei, ég ert eitthvað ruglað. Þú ert svona... Ég er ekki góður í neinu sem tengist tónlist. Þetta er svona handboltarokk.
Þú situr heima hjá þér og hlustar á handboltar og ég skal viðurkenna, ég þekki lögin. Já, ég viðurkenna það. En ekki... Hvað heitir lagið sem þú ætlar að taka aftur? Það heit You Somebody með Kings of Leon. You Somebody! Já, þetta er rosalegt. Þetta er tilbúin. Á ég ekki að byrja, það er ekki reglan. Svo ert þú eftir. Svo tekur Pétur, Sweet Child of Mine með Guns N' Roses. Þetta er nokkuð tíma náður. Ok, herru, einn vassopi, svo byrja. Ég var alveg til að vinna þessa kenni. Þú ert búinn að vinna síðastlegin 10 skipti. Nei, slaka á. þetta er rugglaði, vann einum daginn. Alltaf vinnandi. Herru, þá er það You Somebody með Kings of Leon. Ég glemdi mér, ég held í alvörunni að ég væri að hlusta bara á lagið með gaurnum sem syngur þetta. Ég er enda held að væri meira öskur í þessu þannig, þetta var fínt fyrir mig. Ég er ekki kósveittur eins og stundum eftir þessu. Mér langar eiginlega í fyrsta skipti bara að gefa þetta. Hættu þessu bullið, þú ert að fara að taka þetta geggja lag sem heitir Sweet Child of Mine. Þetta er lag sem allir Íslendingar þekkja og þetta er í miklu uppáldi öllum, þannig að farðu vel með það. Ég er ekki Íslendingur, skilur. Nei, ég hef alltaf glemt að segja það. Já, hann heiðraði okkur samt. Heyrðu, en hvernig byrjar það? Byrja aðeins. Já, kemur inn snemma sko hérna. Þú byrjar bara strax. Já, kemur bara, ég skal bara sína puttan og kemur She's got a smile that it seems to me. Já, ok. Tilbúin, Pétur! Tilbúin! Ok! Já. Þetta var stórkostlegt hjá það, Pétur, þú ert ekki að meina það. Nei, þetta var meira á þetta. Ég skil ekki af hverju ég er að gera þetta. Nú er þetta ykkur komið kæri hlustu. Þegar ég er að syngja þetta á. Þú varst eldur. Mér langaði þegar að skjóta mig í hausinn. Þetta er ömurlegt. Þú varst svo rauður í framann. Nú veit ég hvernig ég lít út í rockljón. En þetta er ykkur komið kæri hlustu. Sorry fyrir að hann næstu liðið yfir mig. Liðið yfir mig. Ef maður hefði liðið yfir mig, þá ég hætti þessu þetta. Ég hef aldrei komið aftur. Ef ég leiði inn í gólfinu. Hver fær þitt atkvæði? Þetta er klárlega Pétur. Það er eins gott fyrir þið maður. Hann er með alveg röddin eins og kallinn í Guns N' Roses. Já, hann er með nettan Axl þarna sko. Takk kærlega fyrir það, ég hafði mikið fyrir þessu. Já, það sveif á hann sko. Já, ég hafði líka það sko, hann var alveg búinn að því. Já, alveg búinn maður, ég meina, þú veist, ég er að nálgast 50 sko. Takk fyrir að ringja hennur. Ok, Pétur, takk fyrir þetta. Já, FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæðin? Pétur Jóhann. 2 stig. Takk fyrir þetta maður. Engin Kings of Leon á þetta? Ég er ánægð með þig, hvað segirðu? Það er engin Kings of Leon á þetta? Ég skil það samt ekki. Þetta, þú veist, hefur nú eflaust heitlað einhverja skvísunar. Ég fæ kalla atkvæðin. Nei, ég er búinn að fara. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Það er 2-0 fyrir Pésa, ég þarf að koma inn í þetta. Hver fær þitt atkvæðin? Auti, Hanna. Og það, hvað heitir þú? Elvar? Þú hann er ekki stelpa. Nei, nákvæmlega, þú ert kallmaður að gefa Auðunni Blöndal stig og mér langar að nota tækifærið og óskaði til hamingju með það, Elvar. Þakkaði fyrir. Ég ránaði með þeim. Hvað er hann búinn að vinna? 18 manna rútu? 18 manna rútu, já, hún verður sendindin. Takk fyrir þetta, Elvar, og takk fyrir að taka þátt í þessu skemmtilega leik. Já, takk. Bye. Það er 2-1 allt í játnum hér eins og staðinni. Núna, hver fær þitt atkvæði? Það er hann Uti. Hann jafnar stíginn. Kings of Leon og Guns N' Roses. Hvað heitir þú? Magnús. Er einhver annar fyrir aftæðin? Var mamma einn að segja þér að ringja? Nei, pappi. Pappi? Já, ég ránaði með hann. Geð honum 5 frá mér. Hvað heitir pappiðin, Maggi? Pétur Osteopati. Heitir hann Pétur? Já, Osteopati. Osteopati? Nei, hvað sann? Ok, Nei, hvað sann? Osteopati. Herra, ok, takk fyrir að ringja og takk fyrir atkvæðið, maður. Já. Ok, nú, bye. Heyrjumst, Maggi. Já, bye. Hvað, ertu komin í 3-2? Skrítið eftir. Nei, 2-2. Hver fær þitt atkvæðið? Pétur Jóhann. Pétur Jóhann. Pétur Jóhann. She's a child in the mind. Herra, takk fyrir að ringja. Herra, takk fyrir þetta. Ok, staðan er 3-2 fyrir Pésa. Hver fær þitt atkvæðið? Já, það er klárlega Uti, sko. Það er klárlega Uti. Þetta er bara í játnum, það er 3-3. Þú hlýtur að vera að ringja fyrir einhvern annan eða ekki? Nei. Nei, hann að ringja saman sig og ég ránaði með hann. Takk fyrir þetta, Unnur. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Það er 3-3, mikil spenna. Hver fær þitt atkvæði? Jóhann. Jóhann. Pétur Jóhann. Nei, Jóhann fær þitt atkvæði. Takk fyrir þitt atkvæði. Þetta skiptir mig miklu máli. Já. Staðan orðin 4-3 fyrir Jóhann. Er ég heima hjá hann? Það er 9-5 blöðbandaginn. Já, halló. Halló. Ég ætla að byrja að gefa Pétri mikið props fyrir þetta, en ég verð að gefa auðvitað stig. Hanna, þá er 4-4
það er úrslita atkvæðið, maður. Hvað segirðu? Hún rósaði þér samt. Hvað fekk ég props? Já, props, það er svona hún var ánægð með þig. Ok, það er nóg fyrir mig. Já, Ég er ánægður. Skvísan var ánægð með þig. Hakkaði kærlega fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Ánægður með hana. Það er úrslita atkvæðið, Bjössi. Er þetta búið? Já, það er bara 4-4. Er 4-4? Kæri hlustandi. Þetta er sjaldan verið svona spennandi. Hver vann karaoke-keppnina núna? Það er 220. 220? 220 hérna fyrir Pétur Jóhann. Nei, fyrir Jóhann! Kjósandi bæjarfélögum. 220, man! 220, man! Þú var ég lengi að fatta þetta, maður. Þetta er minn maður. Búum í Hafnarfirði, 220, man! Já, 220. Ég ætla að meina 220, ég bara, hvað er það? Já, það er nú Ég hvorugur ekki 220. Frá jörðu kannski hérna félagin, en hvað herðu, takk fyrir að ringja, vinnur. Takk fyrir þetta. Ok, Ég er ánægð með hana. Já, þú áttir þetta alveg skilið í dag, þú tókst þetta vel og... 220. 5-4. Það var ógeðslega. Heyrðu, tjekkum samt. Það er regla fyrir því. Já, gamla góða, tjekka. Þú valdir bara ranga línu, er það ekki? Hver hefði fengið þitt atkvæði? Heyrðu, Öddi, Já. þetta var þú greinilega, sko. Já, takk fyrir það, maður. Sko, ég valdi bara vitlausa línu. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Ég hef nú bara sagt Öddi, sko. Jöfullin sjálfur, maður. Já, já, ok. Hann valdi, þetta snýst að velja réttu línuna. En Pétur vann og áttu að skilja. Takk fyrir að ringja. Herru, takk fyrir þetta. Ok, Bjössi, til aðmikið með þetta. Herru, nei, býttu. Þú ætlum að fara hér í örstu skilaboð og svo er það tong. Er þetta ekki jafntefli bara? Nei, þú vannst 5-4. Pétur, þú þarfst að læra að vilja vinna í lífinu. Þú ert, sko, þegar þinn er í fullri reist, þá er hann hvað, 22? Herru, við ætlum að fara í örstu skilaboð. 220, man, 220! Svo er það tong. Brennsluvika FM 957 í samstarfi við Perform.is. Ætlar þú að fara að hrista þér allt í jólasökkið? Skráðu þig strax inn á FM957.is þar sem við munum gefa brennslupakka alla vikuna frá Perform.is. Brennslupakkarnir innihalda 100% Whey Gold standard velunaprótein, vinsalasta orkudrykk landsins Amino Energy, Complete Diet brennstutöflunar og auðvitað hristibrúsa. Komdu þér í form með brennslupakkanum frá Perform.is. FM957 og Perform.is. Holtasmára 1. Svakalegur sunnudagur í enska boltanum. Sigursælustu lið Englands mætast. Og nú verður allt lagt undir. Manchester United, Liverpool á sunnudag klukkan 13:15. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Ég held alltaf að ég þurfti ekki að fara á Dale Carnegie námskeið. Svo þegar ég komst að því að Dale Carnegie er ekki ræðunámskeið, heldur námskeið sem hjálpar mann að ná árangri í lífinu, þá hvað ég slá til. Þarna voru framkvæmdastjórar, sölumenn og húsmæður, allir að ná meiri árangri í lífinu. Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555 7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. Útsalan er hafin hjá E-Label og Evelyn. 30-70% afsláttur af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn. Laugavegi 32. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á Perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Og hvað heitir hún? Emily Sande eða ekki? Já, jú. Já, held þetta séu þau. Ég heiti Auðun Blöndal og beint á móti með sittur sigurvegari kaffikefnar Pétur Jón Sigfússon. Það var tæft. 5-4, já, það var jæmt. Mjög jæmt í dag. En svona getur þetta fallið, sko. Fallið? Þetta getur fallið bara báða megin, skilur. Þetta er ekkert, þú ert ekkert eitthvað að vera svona, hvað maður að segja, svekkja þig á þessu. En það er ekkert að því. Þetta hefði getað dottið báða megin, sko. Já, það var mjög jæmt. Stundum dettur þetta okkar megin og stundum dettur þetta annar staðar megin, skilur. Já, það er greinlegt að þú hefur farið í mörg íþróttaviðtöl. Nú kanntu þetta. Já, kallið minn. Já, það er hins vegar komið núna að gömlum vin. Ég var spurður þær daginn af hverju ósköpunum Tong væri bara hættur í okkur í FM 95 blöð. Og það var líka eitt góð punktur að Tong hjá okkur er ekki sami Tong og er í Vildarauðlýsingunum.
Nei. Okkar tong hefur alltaf verið meira svona pirraður og pínu með allt á hóndum sér, sko. Já, með allt á hóndum sér og hérna, ég er sammálaður. Veist, you don't want my business og allt þetta. Já, og það var ekkert hægt að leyfa honum að vera svoleiðis í sjónvarpinu, sko. Nei. Hann var að vera svona... Þar var hann mjög glaður, kominn með sinn eigin sjónvarpsþátt. Já, búið að hefla hann aðeins til. Já, og kominn í feeling, en... Já, við viljum bara gamla. Já, við viljum að prófa að henda bara hérna í eitt gamlan og góðan tong. Já. Nema að við ætlum nú ekki að ringja hérna innanland. Ég ætla að ringja til Bandaríkjana. Já. Ég er með númer hérna á bakari í New York. Já. Réttar að í Brooklyn. Já. Og það var ekki pælingin að þú myndir ringja þangað og ert að fara að halda bachelor party. Og þarft köku sem að þú kemur svona strippar inn í. Já. Við skal leika okkur með það eins. Kemur skvísa svona upp úr. Já, við ætlum að, ég er að stimpla hérna inn númerið, við ætlum að ringja hérna í bakari. Ertu þarna? Ertu tilbúinn? Jada, do you speak English? Já, hann er tilbúinn. Byrjar yfirleitt á þessu, sko. Já, hann spyrir hvort þú... Speak English? Hérna kemur númerið, þetta er bakari hérna í New York, tjekkum á þessu. Good morning, sir. Yada, hello. I want to book a cake for bachelor party. Who? For bachelor party. I have a bachelor party. Yeah? Yes, I want to book a cake. A big cake. Okay. What kind of cake you need? I need a cake for a big cake for maybe 100 people. The cake I need to have a person inside cake. For how many people? 100 people. 100 people. Okay. And a big. Is it possible to have a? Can you have a girl inside, a naked? Yeah. When do you need? It's a 19. No, it's a 21st of January. Okay, no problem. And can you get a naked lady inside? What inside? Naked, a girl, a naked lady. Make the cake is the naked lady? No, a naked lady inside cake. How? Inside, she come out of cake in bachelor party. You understand? Yeah. Can you, okay, so can you put do you have a naked lady? No, we don't have a naked lady. And can you fix it for me? I can pay money. It's no problem. No, I can't do this. Why not? If it's a question of money, it's no problem. I have lots of money. You have to come in the store. Then what kind of cake you need? A chocolate cake. Chocolate cake? Yes, with a little cream on it. And cream. Chocolate, yes. Chocolate and cream. Also cream on the nipples, on lady. I can get it. Why not? Why not? I can pay money for it. That's not my job. But you are bakery. If I have it, I can make it you for the cake. I don't do any naked lady or anything. You must do it for me. No. You must know one lady. I can pay money. No. So what's the question? You want the money? You want something else? No. Some cocaine or something? What do you want? I don't want anything. What's your price? You come in the store, then maybe... I don't have time for that. I can do only the... I don't have time to come to store. You understand? I want to book a cake for you. Do you want my business or not? I want a business, but you have to come in the store. So if you want my business, you do what I tell you. You understand? You come in the store... No, you don't understand me. You don't understand me. Yes. If you want my business, you do what I tell you. I know that. But yes. I can't do that naked lady. Why not? Why not? That's not my job. If I pay you money, how much money do you want? You come in the store, you give me the water. I give you money and cocaine. I give you money and cocaine. Cocaine. You understand what that is? I don't need anything. I need you come in the store and whatever you need, I write it down, then we make the cake. I don't have time to come to store. Don't you have a girlfriend? What? Don't you have a girlfriend? No, I don't need it. Maybe your mother or something. What? Your mother. Your mother can do it. Who? Your mother or sister or something. I think you turned to the wrong person, okay? Thank you. Why? So I take my business elsewhere then? I don't need it. You don't need my business? No. Okay. I will never call you again. Okay, bye.
Þessi var að missa viðskiptin frá Tong Monitor. Já, ég veit ekki með þetta, en gaman að þessu. Hvað fyrir Tong? Hvað er hann bara til að bjóða upp á eitil? Nei, ég veit ekki með það, mann. Anskotu sjálfur. Ég vildi bara sjá hvað ég gæti farið með hann langt. Þetta var Tong Monitor að reyna að kaupa köku fyrir bachelorparty. Í New York. Nei, í New York. Nota bene. FM 957 og Pepsi kynna Pirates 7D. Nýmynd í 7D bíó skemmtingarsins í Smáralind. Í tilefni þess að þessi magnaða mynd er komin þá gefst hlustendum FM 957 tækifæri á að skrá sig í keppni í Pirates. 100 þáttakendur verða valdri til að koma í skemmtigarðinn og reyna sig í þessum magnaða 7D bíóleik og keppa 100.000 króna vinning frá skemmtigarðinum. Myndin fjallar vonda og góða liðið og þú leikur í góða liðinu og ert að reyna að sigra skip sjóræningjana. Sigurvegarinn fær dagsferð í skemmtigarðinn fyrir sig og 5 félaga sína með leik, drykk og mat innifalið, pakki upp á 100.000 kall. Skráðu þig strax á fm957.is og hver veit nema þú standir uppi sem sigurvegari. FM 957, Pepsi og skemmtigarðurinn Smáralind. Útsalan er hafin hjá E-Label og Evelyn. 30-70% afsláttur af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn, Laugavegi 32. Leikstjórn, leiklist, framleiðsla, handritsgerð, kvikmyndataka, klipping og margt fleira. Byrjaðu nýtt ár á að gera það sem þið dreymir. Kvikmyndaskóli Íslands, sæktu núna. Námið hefst 16. janúar. Kvikmyndaskóli Íslands. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalegin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur er 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnaleginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 blöð á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakaðu múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Það er rétt ef við þurfið góð fæðubótarefni þá erum að gera að tjekka á perform.is. Virkilega góð verslun þar á ferð. En já, Auðun Blöndal heiti ég og þeir að hlusta hér á FM 95 blöð. Og það er komið að dagskrárliðið sem að, já, Pétur Jón Sigfússon sér kjörsanlum. Og dagskrárliðin heitir, hvað heitir hann Pétur, ertu það maður? Dóðarsaröti. Hvað heitir liðurinn? Er það mikið rigning maður? Er? Það er alveg helli rigning út í maður. Ok, sorry maður, en hvað heitir lið? Dagskrárliðurinn og ég býð þig og alla hlustendur nær og fjari velkomin í dagskrárliðin. Hvernig er stemmarinn? Já, hvernig er stemmarinn? Hvernig er stemmarinn maður? Þetta er alveg svaðalegt. Já, þetta verðum Nú er ég staddur hérna einhvers staðar, ég lappaði þetta til langt. Já. Og lappaði eitthvað hérna út í hverfi og ég ætla bara að dingla á næstu bjöllu. Já, ok, er það frá bjölluna bara? Sjálfsögðu, hvað ætti ég annað að gera? Fyrir þá sem er að hlusta í fyrsta sinn, þannig að þú ert basically bara að tjekka hvernig stemmingin er. Hvernig er stemmarinn hjá liðinu? Já. Hvernig er stemmarinn? Tjekka hvort einhver svari hérna, sko. Halló? Halló? Góðan og blessaðan daginn. Hver er þú? Hvernig er stemmarinn?
hjá þér, maður? Gamli ekki í stemmingu? Halló? Já, nú. Já, hæ. Já, hún var í stemmingu þessi, maður. Var það? Var stemming? Já, hún var svona að það takmarka þegar þessi var í stemmara. Það var eitthvað janúar í þessari, maður. Ég lagt dingla hérna hjá öðrum og ég gekk á stemmaranum, maður. Já, hlýtur að vera meiri stemming þar. Þetta hann Einar, sko. Ég hef góða trú á einsamar, eins í kaldi, sko. Einar frændi minn. Já. Já, nákvæmlega, hann átti fyrirtæki. Með 50 starfsmenn. Já. Ég ætla að tjekka á þessu. Já, þetta er þinn liður, ég er bara hlustandi hérna. Já, og daginn. Þarna kemur ykkur kona, maður. Hvað séu? Ég er að tjekka á stemmaranum. Ég er ekkert inni. Skilur mig ekki? Nei. Ég er að tjekka á stemmaranum. Hvernig stemningu? Ertu í góðri stemningu? Já, nei. Ertu ekki í stemmara? Nei. Herðu, ekki máli. Leitur gamla. Herðu, hún bara lokaði, hún er ekki í neittni stemmingu, það skiptir ekki með málið, maður. Hentu þér út það? Hún lokaði bara, kom hérna alla leiðina niður, maður. Þetta er eitthvað stigagangur hérna, maður. Já, ok, engin stemming? Ég meina, ekki vera svartsýni gæðin í dag. Nei, þetta er það sem fólk er að segja við þig. Ég er alltaf bjartsýnn, þú þekkir gallinn. Já, við þurfum bara, að líta bara á björtuleðanar. Ég ætla að fara hérna á annan stigagang. Ok. Ég er búinn að dingla á alla bjöllur, það er greinlega enginn heima þér. Já, svo mikið stemming að fólk er bara eitthvað stór út í bæ. Fólk er bara á rúndinum og bara að tjekka á stemmaranum, maður. Býta aðeins, ég ætla að dingla hérna. Nei, býtu hvað, voðalega, það er einhvern veginn slökkt hjá öllum. Æja, ég prófaði þetta. Já, tjekka á þessu. Fólk er bara. Já. Mér finnst einhvern veginn tónnin í röddinni hjá þér. Já. Segja mér að þú sért ekki í stemmara. Herri, ég þvílíkri stemmingum, maður. Við vorum bara að fá ábendingum daginn að þetta er nú upp á sliður sumra. Nú? Já, þetta er vinsæll liður, þannig ég get ekkert sagt. Já, þú skalt ekki vera eitthvað, þú veist, skemma stemmara. Ég er í þvílíkri stemmingu hérna. Ok, ég er búinn að dingla á eina bjöllu, ég er búinn að dingla á 2 bjöllur og það svarar enginn, ég dingla á 3. bjölluna. Engin stemming. Ég meina, fólk er bara úti, maður. Klukkan er hvað? Klukkan er... Halló? 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 Hvernig er stemmarinn, maður? Halló? Halló? Hvað segirðu? Herru, halló? Ég heyri svo illa í þér, maður. Herru, halló? Halló? Ok, hún opnaði. Opnaði inn. Hvernig er stemmarinn? Ertu ekki í góðum stemmara? Gott mál. Hvað varst það að veismast? Taka niður jólaskreitið eða? Nei, ég sofnaði. Nei, var ég að vekja þig? Aldrei. En þú ert í góðum stemmara? Það er gott mál. Við erum hérna í dagskálanum. Hvernig er stemmarinn? Á FM 95 blöð. Þannig að þá þurfa allir að vera í stemmara. Takk fyrir þetta. Já, það er þessum. Það var gott. Hérna var kona í góðum stemmara. Á, vaktir hana? Ég vakt hana. Það að gera vakna í stemmingu. Það þurfa allir að vera í stemmara, sko. Já, það er allir í stemmara. Það prófa að kalla hérna yfir hverju. Hvernig er stemmarinn? Halló? Erum henni ekki í stemmara? Lítið svör skiptir ekki máli, fólk er náttúrulega annað betri var líka, sko. Já, en eigum við ekki að bíða með nekt almannaferði, viltu ekki taka það bara næsta miðvikudag? Ég er bera neðan að gera þetta, maður. Nei, lígu því. Ég er lappandi hérna alveg gjörsamlega kviknaðina nakina neðan. Þetta var dagskalur, hvernig stemmingin og það var bara fínasta stemmingin liðinu. Ég var að taka einn í viðbót bara upp á stemmara. Já, prófa einn enn. Einn í viðbót með þér, ég er með hérna stigagang bara í handraðanum, sko. Ok. Það prófa að dingla hérna bara í ganni, mann. Já, tekka hvernig stemmingin er. Ok, mann. Sætlutu. Bara, ég tek bara hérna af handahófi. Já, fíla. Við erum með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bjöllur. Dinglaði bara. Ég er búinn að því, mann. Fyrir löngu síðan. Ég gerði það fyrsta sem ég gerði. Ok, sorry. Ok, það svarar ekki. Ekki málið. Ég prófa bara að næsta. Ég hef góða tilfinningu fyrir þessu. Heldur þessi stemming að það? Ég hlakka svo. Halló? Góðan daginn. Hvernig er stemmarinn? Nei, hann opnaði hérna. Halló? Hvernig er stemmarinn? Það er drullu fínt bara. Er ekki? Jú. Þannig að þú ert bara í góðri stemmingu? Já, maður. Leif mér að heyra þið segja það, maður. Ég er í stemmingu, maður. Er þið gott mál gaman, maður? Ég er ánægður með þig. Þú er bara búinn að standa í vel. Já, takk.
Seinna félagi. Seinna félagi, leiðu mér að heyra það var mjög gott, ég var ánægður með það Pétur. Hvernig er stemmari hjá þér? Þú ert fárveikur. Ég er fárveikur? Nei, það er ekki. Seinna félagi. Heyrðu, Já. Þú eru að opna fyrir mér. Ég opna fyrir þegar þú kemur aftur. Þetta var dagskrárliðurinn Hvernig er stemmingin og við skulum hlýða hér á eitt af mínum uppáhalds í dag. Það heitir Hafið er svart með honum Jónasi. Hann er yndislegur. Þetta er geggjalag. Það eru gott aftur uppið, það er gaman að vita. Það er topp stemmingan í gangi. Ríkala fólklag hér á ferð og heitir Hafið er svart. Ég fór á tónlistarmaðurinn heitir Jónas Sigurðsson. Já, ég fór að sjá hann í hérna í Þorlákshöfn. Já, ekki á Þorláksmessu, sant? Nei, bara í Þorlákshöfn. Já. Á reiðskemmu Þorlákshöfn, reiðhöll Guðmundar. Var hann ekki flottur? Svaðalegi tónleikar. Já, það var að kíkja á hann. Já, það voru ógeðslega flottir. Það var ógeðslega gaman. Þú ert komin aftur úr Hvernig er stemmingin, þú ert rennandi blautur, svona mikil rigning út. Það er svakalig rigning bara og það er rétt að hafa bak við eyrað ef það er einhver annan hlustandi. Ef þú gerir hlustandi, ef þú ert með ofnæmi fyrir bleitu og rigningu, ekki fara út. Nei, það er grenjandi rigning. Haltu þið bara heima. Já, hafa bara kósí í miðvikudagskvöld. Skelltu mynd í tækið, vertu bara í kósí fötunum. Poppaðu. En ef þú ert ekki með ofnæmi fyrir rigningu og finnst kannski bara rigningin góð eins og Helgi Björns, drullaðir út! Drullaðir út í stemmara! Já, gott er í stemmingum maður. Rigningin var gríðalegur óvinnu minn. Þangað til? Frá 2002 til 2005. Akkur, lag hjóndaginn? Nei, frá 2002 til 2005 þá var rigningin my enemy. Af hverju? Það er ekki mjög gott að vera út í rigningu og út með þunnt hár. Nei, þá lag allt. Er búið að gerast hjá mér núna? Þú ert ekkert með þunnt hár, villi sem. Nei, ég er með þunnt. Ég ert alltaf að passa það, því að þá, veist, svona blotnaða, þá sést bara stundum, það bara sást hausinn á mér. Já, það sást bara höfuð kúpa. Já, höfuð og það var alveg... Höfuðleðrið var allt gljáandi innan undir. Já, ég man það, sko, ég vissi náttúrulega sjálfur ég væri að vera sköllóttur. En maður svona búinn að reyna að fela það. Það er svo raskat á gömlum manni. Sem er nýkomin úr sundlaug og glimti bara að vera í sundskílu. Já, hann var hausinn á mér í restina. Hann var hausinn á þér. En ég var einhvern veginn með utanliðinu Puma í fótbolta. Já. Ég mætti á einhver og þá byrjaði að rigna, greinandi rigning. Og náttúrulega síðustu 2 árin mín, þar sem ég var með þetta þunna hár, þá passaði ég mig að vera alltaf með það þurrt og svona, ekki gel í því heldur svona, hvað heitir þetta, sem hún notar hérna? Svona fróða. Fudge eitthvað svona, já, hérna, fita. Já, eitthvað svona fita eitthvað svona og var komið með svona nokkrar góða leiði til þess að fela skallan. Já. En svo hérna var ég ekki með húðan eftir, það var ekki rigning úti þegar ég fór á æfingu. Svo byrjaði að rigna og ég var að vinna í sjónvarpið og þá bara kom einn alveg frá hjartanu sem að greinilega ekki teki eftir þessi í sjónvarpinu eða teki þátt í þessu gríni, þið voru alltaf að stríða mér, ég væri að vera sköllóttur og eitthvað. Hann horfði bara svona á mig, ég sá bara í augunum á hann, ég vissi hvað hann var að hugsa og ég vissi hvað hann var að koma, svo kom hann bara, þú ert bara sköllóttur. Nei, sagði hann þetta við þig? Já. Er það vinuðinn? Nei, hann var hérna í fótboltaliðinu og búið að vera grennandi rigning og þá sá hann bara hausinn á mér. Það var ekki gaman. Hvað þetta var ljótt á hann um auðun? Það enda rakaði ég með stuttu sinna. Já, ég freka bara rekið hann úr liðinu. Rekið í hann? Já, ég bara rakað hann bara. Já, þetta er ekki gott fyrir ykkur sem eru þunnari, passið af á húu, við erum að fara út í rigninguna. Þú er alltaf upptíkinn af þessu. Ekki í dag, alveg sem í dag. Já, samt. Var það þá? Minnst þú er að tala um eitthvað annað, heldur þú? Það er komið að læginu, herðu, klukkan hún er kortir í heimsendi maður, þá mun þú stikna minn kæri. Já, það er bara lægi á leiðinu heim, svo erum við búin við erum bara að fara að kveðja, við ætlum að enda þetta hér á læginu á leiðinu heim sem er virkilega gott, það er með Radiohead og heitir High and Dry sem á vel við, það er rigning úti, þannig að þá erum við ekki þurr. Vil það frekar I með Radiohead? High and Dry? Nei. En, já, þetta er allt tilbúið. Auga eins og þú spila. Já, ég komi með lægið og það er allt tilbúið, lægið á leiðinu heim er að dætt inn. Ég er vann Karugi, ég má ráða. Takk fyrir daginn, Pétur, til að hamingja með Karugi. Auðun Blöndal Kristjánsson, viltu ekki tala svona niður til mig? Og þið kæru hlustendur, takk aðeinslega fyrir hlustunum í dag. Ég er búinn að vera hér. Við heyrjumst alltaf í góðri trú, ég kem alla leið úr Hafnarfirði. Það voru Hjörvar Hafliðason með mér. Við verðum hérna frá 4 til 6 á morgun. Svo er það Egill Einarsson á föstudaginn. Takk fyrir daginn, hlustendur, takk fyrir daginn. Pétur, takk vel að drikka. Má ég samt segja það reitt? Já. Ég rugglaðist. Þetta er ekki svo hljómsveit. Lagið Æ er með annari hljómsveit. Nó, hvað er hljómsveit með það? Hvað er þessi hljómsveit? Hún heitir Radiohead.
Já, ok, ég man ekkert hvað hljómsveitin heitir sem ég var að byggja. Það er gaman að þessu. Þetta er Radio Það er að vera, maður. Hvað er ekki til í að vera ég í 1 sólarhring? Já, ég væri til í að prófa það. Herru, getur þú skutlað mér heim? Já, ég get það. Jálfur? Já, en hætt að taka í vöruna fyrir framan mig. Ég er hættur og ég vil ekki sjá þetta. Þetta er skeinipapir. Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Frumsýning 12. janúar, miðasala á miði.is. Stóra stundin nálgast. Það eru 2 dagar í HM í handbolta. Strákarnir okkar. Þeir trúa á sig. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Við trúum á sigur. FM 95 Blö. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is.